Ég var hélt kannski að myndi líða einhver tími, en það allavega, nú bara Kvikabanki vinsælasta stúlkan á ballinu, það er ekkert annað, það er Arion, stjórn Arion fer fyrsta stað í gær og síðan stjórn Íslandsbanka í dag og báðir vilja saminast og þetta náttúrulega það sem að verður vangaveltu næstu daga munu snúast Jón. Það eftirleikurinn eins og þú sagðir mitt daginn, hvað gerir svona? Já, þetta er aðeins fyrr en maður galla á sér þetta, maður hélt kannski að því að við verðum að velta hver að stýra Íslandsbanka? Hver fer með svona eigenda valdið í Íslandsbanka núna? Ríkið farið, það ekki það. Og það ekki alveg ljóst, sko, þetta eru bara endalausar kennitölur sem þeir hæstu með 20 milljónir. Þannig að við erum ekki alveg að sjá hverjir þar eru, við vitum þetta. Þú meinar sérst í hvaða umboð hefur núverandi stjórn Íslandsbanka til þess að senda svona yfirtöku tilboð? Maður hefði haldið að þetta myndi nú svona gerjast eitthvað og ríkið myndi setjast. Já, þá myndi koma nýr stjórn með einhvern kjölfestu fjárfesti og gera þetta tilboð. Já, en ef þetta með þess að Ég heyrði þess að vangaveldi, ég var bara að ræða þetta við menn í morgun. Býtuðu það ekki fyrst að koma ný stjórn og svo að fara í að gera þetta? En það bara gerist ekki þeirri tímaröð, því að nú erum menn að flýta sér, Jón. Já, það er samkeppni. Það vill ekki missa þessu pakka og þetta náttúrulega alveg gríðarlega hluthafa Kviku. Vá, hvað þeir eru að gera gott mót. Ég meina, þeir eru nýbúin að fá hérna einhverja stæðstu arðgreiðslu. 23 milljarðar þegar þeir sendu TM. Já, heyrðu, þá hefði mann haldið að hluthafi félagsins ætti að súkka niður eftir arðgreiðsludaginn. Það var nú bara ekkert svo mikið. Og svo félagið og flegi ferðu upp núna. Við skulum bara fá hjá Arnari mitt hérna hvernig gengið hefur verið, Kvika hefur hækkað á 28% einu mánuði. Nánast eftir þessa miklu útgreiðslu. Já, bara á einu mánuði, eftir þessa miklu arðgreiðslu. Þetta er bara eins og og ef þú horfir á þetta, þá þetta sko, það er hvað næstu 50% á einu ári, þannig að það má ekki gleyma því að 49% eins og þarna stendur, þannig að það er líka athyglisvert sem þú segir, sko, ef að stjórn Kviku tekur tilboð Íslandsbanka og vegna þess að Kvika í sameinuðum banka þá hvað hlutur Kviku í kringu 30-35% heldur? Nei, ég held að nú kannski 26-7. Það gefum okkur þessi bara í kringum 30%. Þetta skiptir ekki alveg öllu máli þarna. Já, það skiptir máli, Jón. Já. Ekki tala svona. Það er gera þetta já, þú vilt hafa þetta 10,5 og eitthvað svona. Þú nú yfirleitt verið nákvæmi maðurinn, Jón. Já, en málið gefum okkur þessi 30%. Þá ert allt inn farin að fá það allt inn að þá kannski verður Kvika kjölfestu fjárfestir í Íslandsbanka. Þannig að það er ekki spurningin sko hver eignast þá í Íslandsbanka til þess og aftur að verða kjölfestu fjárfestir í samvinnufélagi. Þarna getur verið komið með 30% hluthafa strax. Nú veit ég ekki alveg ég er ekki alveg með hluthafa skrána í Kviku bara eittir svona, en þetta getur verið það. Og síðan ertu komið með samkeppnina við Arion banka og ef að báðir bankarnir vilja nú samennast og eru eftir sömu stelpunni á ballinu, þú fann að tala eins og Geir Horti var það ekki hans að þetta þekkt líkingamál úr hlutabréfamarkaðurinn hann sagði næstfallegust hann færði ekki þá fallegust þá var hann næstfallegust nema það að þá getur verðið jafnvel farið enn upp eða mynda samkeppni þennan banka en þetta er rétt eins og þú segir sko þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlega tímar fyrir hluthafa Kviku bara allt í einu og nú svo líka spurning Kvika nú með starfsemi erlendis í London, Ármann Þorvaldsson, núverandi forstjóri Kviku, hann var þar. Síðan ertu líka að tala það að Kvika var núna bara tilkynna núna að þeir ætla að gera sig eitthvað gildandi á húsnæðislánamarkaðnum. Þeir ætla að koma með lægri, það eru aðeins lægri vextir og ef þú eftir því sem þú kemur með meira eigið fé inn í húsnæðið við kaupina þá færðu lægri vexti þetta getur liðkað til fyrir ákveðnu markaði þetta er ekki skilit að þetta sé þannig að það sé verið að gera betur við þá sem að eiga eitthvað fé fyrir það er líka þá minni áhætta vantarlega fyrir bankan. Já, ég held að Kvika þurfi að geta ekki tekið mikla áhættu í þessum lánum en það er En þetta er allavega Íslandsbanki, Kvika og Arion banki, þetta er bankamarkaðurinn. Nú 107 var í útboði til almennings A-bókinni og nú var 119 í Íslandsbanka
Það verður komið 120 núna á... Já, nú það bara, þetta bara hækkar á leiðinu og við erum að aka hérna í stúdíu. Já.